Það eru greinilega að koma kosningar en við blöndum okkur ekki frekar í þau mál en það þarf ekki að kynna næsta gest minn. Hann er búinn að vera einn allra mesti grínari og gleðigjafi þjóðarinnar árabil og ég held við fáum hann bara hinga beint í sófann eins og hann kemur á keppni Þórhallur Sigurðsson. Það er nú velkomin, Latti. Já, gæði fyrir. Það er ekki margir sem hafa séð okkur spjalla svona saman. Nei. Mjög fáir, örugglega. Heyrðu, hvað er með þig? Nú ert að skemmta fyrir norðan á Akureyri. Já, ég er á Akureyri. Já, þú varst á Akureyri. Þannig þetta er aðeins að breytast svona, ég kom með öðruvísi áherslur. Þú varst orðinn svona eina súlunum bara á Hótel Sögu, búinn að vera þar. Já, maður var búinn að vera þar í eitthvað 10-12 ár, sko. Hvernig hafa Norðlendingar og Akureyringar tekið? Er þetta ekki besti staður á landinu að skemmta? Þetta er rosalega gott, jú, þetta er gott fólk. Og hvað er þessi sýning þín? Hún er allt öðruvísi, þú ert ekki í búningu eða eins og vannarlega? Nei, ég er bara svona klæddur. Glerfínn? Alveg glerfínn. Fann að ganga svona daglega núna. Og hvernig gengur það fyrir þig? Það gengur bara ágætlega, ég bara... Breytur þér ekkert? Ég hef svona örlítið svona, ég fer í svona allra kveikindalíki en án þess að skiptum töskudruslur. Sem maður segir, ég er bara í þessu en ég kannski sett upp gleraugu, kannski eina húfu. Ertu ekki feiminn að vera svona? Jú. Já. Nei, það er nú... Og hvað byrjarðu kannski bara á því þegar þú varst barn og breytir þér svo bara upp úr eða eitthvað? Já, það má eiginlega segja það, ég byrja svona upp á hennu bara. Og svona svo æði ég allan salinn, sko, ég er út allt, ég er á flegi ferð út allt og tala við fólk og... Þetta er sem sagt svona eins-manns-sýning? Já, ég er bara með undirleikara reyndar sem spilar undir svona í... Sjálf er náttúrulega besti staður. Spilar undir í Elvisu sköflunum, eins og segja. En nú sleppti ég börnunum í dag, í kvöld, og hvernig varst þú lítill? Ég var nokkuð svona... gáfað barn, myndi ég segja. Og ég vissi allt, sko, það var alveg pottþétt. Leið mér að segja hvernig þú varst. Hvernig ég var? Já. Já, ég var reyndar alltaf með svona upp í mér, sko. Veistu að ég segir það? Já. Og ég segir það? Já. Veistu það? Ég heiti Lilli, var kallaði Lilli, ég var lítill. Og veistu að ég segir það? Að mamma mín einu sinni þá vorum við voðalega stóra kúla á maganum. Já. Og hún, veistu það, á ég segir það? Já. Á ég segir það? Já. Hún sagði að það væri barn í maganum. Já. Já, og veistu það? Á ég segir það? Já. Á ég segir það? Já. Svo sagði hún að með þetta alveg voðalega væntu það. Já, og þá segir ég, hvað akkur varstu þá að borða það? Þetta varst þú lítill. Heyrðu. Þetta var ég lítill, já. Latti. Leðu okkur að sjá brot af því hvernig þú kemur fram á senunni í sjálfan. Það er óbreytt að sína brot af því hérna. Nei, en bara svona eitthvað hvernig, við getum ímyndað okkur á sért staddur í sjálfanum og leðu okkur að sjá svona hvernig þú myndir gera þetta. Þórhallur Sigurðsson, Latti, gjörðu þessu vel. Nú, þannig að byrja með þeir séu góður Akureyringar og Seyðfirðingar. Það er gaman að hafa Seyðfirðinga hérna nefnilega því ég var hérna fyrir mörgum árum síðan. Ég hef verið svona, 17 ára, lítill, svona bara mjór. Nú ég var á Seyðisfirði, það var rosalega gaman á Seyðisfirði þá. Það vann í Síldarverksmiðju ríkisins og það var böll á hverju einasta kvöldi. Og ég fór bara annað kvöld því vaktinn stóð þannig, sko. Þannig við strákarnir vorum alltaf þarna og það var einu sinni eitthvað rosalega læti í okkur maður og einn þeirra lenti í slagsmálum og það var hringt á lögregluna, svo eru lögregluna að koma maður og allir rjúkin í bíl og burt og skilja mig eftir bara. Ég er einn þarna maður og löggan kemur og annar hleypur út úr bílnum, þeir eru tveir lögregluþjónar, og annar eftir bílinn en hinn eftir mig, segir undir iljarnar á mig hann út í myrkrið. Og ég hleyp að þenni götunni maður og löggan á eftir maður er alveg að ná mér, þannig ég hleyp til hliðar upp í næstu götu og dreifði mér. Hvað heldur hann hafi gert maður? Hann umkringdi mig. Já, það góði gestir, ég ætla nú að segja það, ég kom nú hérna bara til að segja frá því, ég ætla að tala um eitt sjúkling minn sem hefur verið lengi hjá mér, en það er Alfreð Gíslason, ég verð nú bara að segja það, þetta er einn lélegasti sjúklingur sem ég nokkuð tíma verið með. Það er ekki nokkuð skapaðan hlutur af manninu.
Fyrir utan þessa gífurlegu táfílun alltaf sem að drepa alla sem í kringum hann. Ég get bara ekkert gert að því. Það ekki sem bara sagt það. Ég þekki nú Guttann frá áðan. Hann bjó nú þarna rétt hjá mér. Ég gat nú aldrei, ég var alltaf langt til að hitta pilsinn. Ég gat aldrei hitt hann. Ég komst aldrei í návíð við hann. Alltaf langt til að hitta hann. Þannig að það svona skaust í hérna suður bara til að hitta strákinni. Alltaf að liggja hérna í leini og ná honum í návíð þá þið hitt hann. Það skal gert. Já, hann bara það, já. Þú ert alltaf að skjóta. Já, allir mann sé ekki að skjóta svona. Já, ég skal þess sagt það. Ég fór nú hérna, skal ég segja síðastliðið haust. Þá get ég sagt það var svona á mink. Ég var að skjóta mink. Og svona tóðu svolítið. Ég skýt svolítið hann í konuna. Hún jappar á þessu svolítið. Og við gerum það. Og ég eftir eitt mink, skal ég segja. Þá hleypur hann svona niður á. Og ég á eftir með riffinni, skal ég segja. Og minkunni hvarf hana. Sé ég bara í fossinum að það stökkvandi svoleiðis og boldangs að laxa það er ekkert venjulegt. Þannig ég miða bara hólknum á einn og ég skýt hann bara. Og þegar ég að draga hann í landlagsmaður og bara verður minn pínu skýtinn á sveipinn. Þegar ég sé að laxinn svona 70-80 pund. 70-80 pund, já. Já, hann bara það, já. Já, ég get sagt þér það. Ég var nú að veiða hérna í Elliðaánum bara síðastliðið haust. Og ég get sagt þér það að ég veitti eldgamla lukt frá 17. öld. Það var svona sem var kerti inni og það logaði ennþá á kertinu. Hörru, hún enga sveitni hérna? Heldur að trúi þessu? Já, skulum sjá til ef að þú minkar þinn lax svona 50 pund, þá skal ég slaka á kertinu. Díll! Hann vinur þinn, hann besta skinn. Tekur þína í hönd, kissir þig á kinn. Og þú stendur skjálfur og þú skilur ekki neitt. Hann fristir þig með brósi sem hann fekk hjá Colgate. Þá skaltu telja fingur, 1, 2, 3, þessi útgefanda bros geta verið svo dýr. Þau geta verið svo dýr. Hann selur fífil og fjall fyrir 5.000 kall. Hann viðskiptajöfur, hann geysilega snjall. Hann gefinn fyrir grín, heyrðu bara hvað hann hlær. Að rukka þig milljón að skulda þér 2. Þá skaltu telja fingur, 1, 2, 3, þessi útgefanda bros geta verið svo dýr. Já, en við Skaltu telja fingur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Nei, jú, þeir eru allir það. Þetta er allir það. Sauðfirðingar, Akureyringar og allir sem myndust með okkur í kvöld. Takk fyrir, hittust á hálfum mánuðinn, síðasta þætti vetrarins, síðasta vetrardag. Verið þið bless.